Komið sæl, ég komin á nýjan stað eins og þið sjáuð. Það liður nú ekki margar mínútur á milli þessara viðtala. Aron Ingi Sveinsson. Sveinsson? Svans? Já, hann vildi ekki kannast við þessi. Hann sagði áðan, hann þekkti enga. Hann þæst ekki þekkja neitt Aron Smið sem ætti fullt af peningum, þannig ég ákvað bara að beita. Ég hef enga peninga sko. Já, ok. Þess að það getur ekki verið ég. Þá byrjuðu aftur, Svansson. Við ekki aldrei að við mismælt mig. Herðu, ég er smá forvitin. Hvaða prump var hjá þér? Eldsneytið. Var það sama hjá ykkur feðgum? Já. Það var ekkert annað að? Nei. Eru þið báðir að keyra á ethanól? Já, methanól. Við vorum á því fyrst. Já. Og síðan erum við að keyra núna á X85 heitir það. Ekki J16 eða eitthvað sem Kalli sagði. Já, þú er afsakað en ég er engu nær hvað þú tala um. X85, þetta er bara ethanól. Já. Fæst bara í bílanum og svona. Og það er eiginlega eldsneyti sem er verið flytt inn. Þetta sér blandaða ethanól. Já. Gasið. Við fengum okkur bara svoleiðis nýja tunnur. Já. Og skiptum bara út, settum nýja síður og settum bara nýtt bensín. Já. Það har bara ekki verið svona kraftur síðan. Ok. Alveg bara flottu gangur og bara allt annað. Það er bara fáránlegt. Varst þú kominn í lónakassa? Nei. Já, enga peninga. Mér fannst að þú kominn í lónakassa. Nei, ekki strax. Konan horfir á þetta stundum, þetta núna. En ef ég lofa að setja inn hjá mér og blokkera Alfu. Nei, draumurinn er þetta að fara í það, en ég er bara með 241 eða eitthvað. Það er sannsagt helmingur með ljónakassa. Já, ég man eftir því að ég var einhver sem sagði mér að þú hefði verið að fara í ljónakassa. Ég ætla alltaf að gera það, en ég hef ekki með peninga. Ég er svo trúgjarn. Trú öllu sem er sagt, næstu því. En það er þetta draumurinn að fá svoleiðis kassa. Já. En ég er ekkert stressaður. Nei, ok. Hinn er ekkert búinn að brotna aftur, sko. Einu sinni bara. Ertu með stóra mótorinn núna? Já. Sparimótorinn? Já. Og loksins kominn aftur. Loksins kominn aftur. Og þegar eldsneytið komið í lag, þá virkar þetta? Já. Ég fór aðeins á hann í gær. Hann svo rúntinn á götunum. Já. Og hann virðist alveg vera að virka og Varstu að slikka honum? Nei. Ekki eins og Þór gerði þegar hann var að, hvenær var það, 2019 þegar Þórðum tók sig og driftaði á Auðsónum. Já, Auðsónum. Þar vantar ekki peningana. Horfðirðu ekki á það? Jú. Ég held ég var að missa mér augu þegar ég sá þetta. Það var rosalegt. Svo hló hann bara. Já. Hann sagði þetta á bara að nota. Já, þetta er bara gúmmí. Já. Nei, þetta er gaman að þessu, þú veist. Stefnan á Egilsstaði núna. Já. Og ég ætla að taka á honum. Ég ætla að hefna mín á honum núna. Hún gerði ekkert fyrir mig á hellu. Hefna hann á bílnum? Já, á bílnum. Úps. Þetta er svona svipað á hellu síðast. Hann klúðraði bílinn eitthvað hann drumpaði í fyrstu braut. Já. Brálaði að öðru og stökk eitthvað svakalega. Svona, bílinn fær að finna fyrir því. Samt drumpaði líka þar? Já, í fyrstu braut. Já. Þá var ég bara svo að drífa mig að fara að keppa að hann fekk ekki að hitna bílinn og hann var bara ennþá á segmóti. Já. Hann svo lengi að hitna, en ég var í því velsinu, hann svo lengi að hitna bílinn til að hleypa mér upp á snúningana. Það er læsingi í honum þar. Og ég var, þú veist, svo spenntur að fara í brautina, ég fór bara á stað og síðan bara gerðist ekki neitt. Þú verður að gera eins og Svíarnir og Finnarnir gera og norðmenn sem búa mjög norðarlega. Það settu bara smá svona hitaspírall, 220. Ég gerði bara einfaldara, ég sagði Baldur að taka þetta út tölunni. Þú gerðir það? Já. Ég spurði þig að þessu. Ég stóði bara læsingun úr, ég ætla ekki að lenda í sáttur. Þú sagði, nei, þetta verður að vera. Já, ég lækkaði þetta rosa mikið sko. Þetta er bara í 20 gráðum núna eða eitthvað. Nei, ég ætla að bæta að þú fengir svona hitaspírall, svo bara góða framlengi á snúru. Já, bara á rússana, kveikja eld undir vélinni. Ég hef full að trúa þessu núna. Hann á að vera góður. En það hefur, satt að segja, hefur nánast alltaf. Ég hef alltaf lent í einhverju á Egilsstöðum. Það hefur aldrei verið einhver bara svona fullkomin keppni. Hvernig var það fyrir? Það var fyrsta keppnin á síðasta ári, Egilsstaðir. Nei, það var önnur keppnin á Stóruminn. Það var fyrsta keppnin á Egilsstöðum? Já, Egilsstöðum fyrir því, já. Þá lenti ég því að sprengja glussaslönguna fyrir stýrið. Já. Og ég var ekki með hana og það var enginn með þetta ANG eða hvað ég kallið þetta, gengjur þarna. Þess að við vorum að reyna hosaklemmur og eitthvað svona kjaftaði og við mættum með brautirinn. Hann fór kannski 2 hlið eða eitthvað, þá sprakk þetta og enga beygjur. Þetta er ekki með nokkuð bör? Nákvæmlega. Þess að það var klúðrið þá og síðan brutu stífu undan honum á framann. Hún fór bara undir hann. Þess að við hefum aldrei náðu svo almennilega. Þess að
Mér bregður ekkert að það gerist eitthvað á Egilsstöðum. Sem þú ætlar ekki með yfirlýsingar af því að þú ætlar að taka fyrsta sæti? Jú, ég næði. Þú nærði því? Já. En spurði hvort þú haldir því? Það er annað. Já, ég vissi það. Það er annað, sko. Það getur vel verið að fara lengst í fyrstu braut og í fyrsta sæti, það er mjög ánægður, sko. En kannski fer ég bara ekkert í annar braut. Þú ætlar ekki að hætta þá bara? Komið nóg? Jú, ef ég hætti toppnum. Já, ok. Hinn hætta líka? En planið er að fara og reyna að haldast í baráttunum við strákana. Ok. Það er gaman að pína og vera bara með 4 sindra móti 8 sindra. Það voru nú að skila ágætis áhuga þegar þetta hefur virkað. Já, þetta er alveg sigurspíl, sko. En þetta er alveg sigurspíl. Ef maður segir það svoleiðis, ég veit það ekki. Þetta er alveg svona toppbaráttu bíl. Þetta er ekkert verri bíl en einhvern annar. En þetta þarf að haldast í lagi. Það er betra. Já. Það er svona, þessi strákar sem eru með toppbaráttur alltaf, þeir eru bara svo ótrúlega skipulagðir að þeir ná alltaf að halda draslinu í lagi. Já. Og þetta bara, það er held ég þessi trikki aðalega, að mæta í hverja braut og ekki vera stressaður að ná að skrúa skrúuna í hann og komast. Men þú horfir á topp ökumenn og getum alveg gert það, þetta er ekki Skúla sem dæmi. Já, ég segi það, Skúli, Snorri og allir þeir, græjunar haldast í lagi. Þess að þetta snýst alltaf það. Já. Þeir allir eru rosa góða ökumenn og þá er bílinn ekki að stríða, þá getur bara einbeitt sér á brautinni. Það er bara svo núna í Mýrinni, topp ökumenn, ökutæki, klikkar eitt atriði á síðustu metrónum og fæðu þessi sæti niður. Það er bara svolítið svoleiðis. Ég keyrði svolítið storminn hérna í fyrra. Fólk var bara að gera grínum á því. Ég var nú bara helviti mikið på hraunni að leika mér. Já. Þannig að þetta var eiginlega út úr keyrt þegar ég kom í keppni. Þú varst búinn að ofkeyra? Ég var búinn að keyra þetta svolítið mikið, sko. Já. Það er svona, auðvitað slitnar þetta allt. Jú. Ég held ég sé hvað veg fyrir þetta. Tók bara alla slöngur úr bílnum og setti rör. Bara stálrör? Já. Í stýri líka? Allt. Ok. Nema samsagt á, stubbaslöngur á milli. Það verður ekki svona bara. Það eru stubbaslöngur á milli bara hjá föðurinn. Já. Þannig að allt komið í rör. Þannig að á ekkert að ske. Ég vona ekki. Og ertu þá ennþá með þennan leiðilega fittings? Eða fórstu í? Ég fór bara í sama fittings allstað núna. Og ég er með drasli með. Já. Ég er með heilt vegstæði með mér. Komið stóra og mikla kerru eins og margir eru með? Já. Er ekki verkstæðin í henni bara? Það er bara vegstæði. Er bílalyfta kannski líka? Það væri draumurinn. En það er ekki alveg svo gott. En það er allt inn í þessu, við erum bara með vegstæði. Bara borð og skrústykki og bara allt. Ok. Rafmagn og það er svona ágætar aðstæður. Og er svo alvöru bíl sem dregur þetta? Ég veit það ekki. Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Það er annar að draga þetta fyrir mig. Nó! Já, þannig að þegar bíllinn minn er ekki tilbúinn. Hvaða bíl er það? Hann er einhvers staðar í Keflavík. Já, er einhver strákur að leika sér að laga þar? Já. Já, ok. Tölum ekkert meira um það? Nei, við auðlýsum ekki fyrirtæki að senda sig ekki. Já, nákvæmlega. Það er svona... Hver sem það er. Já, en allan hann er í vinnslu. Hann hlýtur að koma einn góðan dag. Ég held alltaf að það myndi á bensanniður. Ég prófaði það einu sinni. Ég búkaði kerrun aftan í bensan. Já. Var að taka hann upp á bílaplaninu heima upp á götu. Það kom bara eitt stór hvellur á loftpúðanum aftan. Á bensanniður? Já. Sprakk? Já. Svona þungt? Þess að ég seti þetta ekkert aftur náttúrulega bensan. Nei, ok. Það er svona, hún er alveg svolítið framþung. Já. Er eitthvað meira svona ætlar að gera við bílinn eða er það bara... Hann er bara komin út í kerfið. Nú, það er bara tilbúið? Ég er bara að fara í ferðalag. Það er svona, þetta á að vera tilbúið. Það var bara eitt eftir. Takk fyrir góð spjall. Takk að þér.